Komið þið blessuð og sæl, gaman að sjá ykkur, verið velkomin í Hvíta Máva. Hann ætlar að koma hingað ágætur maður sem ætlar að spjalla við okkur heiminn, geiminn og allt hvað eina, lífið og tilveruna. Lárus H. List heitir hann, myndlistarmaður og hefur áhuga á, öllu held ég. Gaman að spjalla við hann og við skulum eyða smá tíma hérna með honum, verið velkomin. Lárus, vertu velkominn. Já, þakka þér fyrir. Lárus H. List. Já. Ég þekki reyndar ekki Frans Liszt, Nei. en það er eini maðurinn sem ég veit sem hefur þetta listnafn. Já, hann er gott tónskáld. Já. Mikill píanósti. Og hvað kemur þetta listnafn hjá þér? Heyrðu, það var nú bara Hallgrímur, ég var tengdur listasafninu Akureyri, var þar í 6 ár og Lalli á listasafninu var náttúrulega bara eins og allir aðrir uppnefndir á Akureyri og það var bara Lalli List og Lárus H. List, þannig að Lárus Hinriksson List, þetta var bara stytting á því. Þú heitir Lárus Hinriksson. Já. En þetta eru nöfn sem að svona eldri Akureyringa mundu og munu og þekkja. Hinrik Lárusson, Lárus Hinriksson. Já. Neðan á Eyrinni Hríseyjargötunni og Gránuhólsgötunni. Þú ert Eyrarpúki? Já, Eyrarpúki. Já. Þórsari, Þór félagi var nú stofnað hérna niður á horninu og stutt þarna milli. Og nú býrðu þar ennþá? Já, það var það tilvíðulega að það var rifið hús þarna á horninu, þar að segja hornið á Gránuhólsgötu og Hríseyjargötu. Litla húsið? Litla húsið, fallega húsið reyndar, en þarna voru bætti 2 lóðum og ég fekk aðra þannig að ég býð þarna á ættarslóðum. Langafi minn, Hinrik Pétursson, hann byggði Gránuhólsgötu, beint á móti mér og afi byggði Hríseyjargötu 9 sem er svo við hliðina á mér. Er það þá stóra Hinrikshúsið? Já. Hinrik, og pabbi hans var franskur túlkur á herskipi sem kom á Austfirði. Parlez-vous français? Já. Það er í blóðinu aðeins. Ertu af frönskum konum þá? Já. En þú ert nú ljósi yfirlitum? Já, það eru ekki allir í ættinni svo, en ég er það nú reyndar. Já. En ég fann svo bara upp fann þennan forföður minn bara í Hittifyrra, var í Reykjavík og Oddur vinnur með spekingur, hann fór með mig í Þjóðskjalasafnið og fann þar Já, þennan franska? Fann þennan franska hver hann hefði verið og ég fann hann svo á netinu. Já. Það var alltaf talað um að þetta væri skipstjóri á einhverju skútunni sem kom austur á Firði en svo stóð í kirkjubókinni Málfríður Jónsdóttir og faðir túlkur á fransku herskipi. Já. Ekki með nafni að neinu? Nei, ekki þar. Nei. En svo fór ég nú að fræga Google og tel mig hafa fundið hann bara þar. Já. Pétur Ágúst og kannski ruglingurinn var pínlítið sá að Churchill nafni sem fylgir nú ættinni. Churchill? Já. Fylgir ættinni, var alltaf talað um ættarnafn, en mér flög nú í hausnum á mér að þetta væri tengt ykkur öðru, að við værum ekki búin að finna þetta og þá fann ég þetta út frá því að þetta var nafn á þorpi sem er rétt frá Gravelins sem er nú aðal þorpið þar sem skipin komu frá, sjómennirnir. Já, í Frakklandi. Í Frakklandi, og þetta var nafn á þorpi og þar fann ég þennan forföður minn. En varla hefur það þá heitið Churchill eins og upp á ensku? Nei, Churchill. Churchill? Já, upp á frönsku. Upp á frönsku. Já. Og ég tel allavega að þetta hafi verið svona, ég hef nú svo sem ekki farið til Frakklands til þess að sannreyna þetta allt saman, en ég tel mér svona mjög líklega að sé þarna.
En hefurðu sko komist þá eða hefur kannski ekkert verið að hugsa það að komast þá í nánara samband við þessa fjölskyldu eða slíkt? Jú, ég tengdi mig yfir í franska safnið á Fáskrúðsfirði og þá sem hafa verið þar og tengdi mig til Frakklands og hef svona verið að móða aðeins í þessu. Þannig að þetta svona kominn linkurinn á þetta. Er þetta ekki skemmtilegt? Þetta æðislegt og bara frábært að tengjast svona og ég hefur rosalega mikinn áhuga á sjónum og það er svona mitt hobby dálítið mikið að vera kringum sjóinn og bæði forfaðir minn Sigurður Eyjólfsson var skipstjóri í Móðurætt fyrir sunnan og svo tengist ég inn á þetta tengist nú sjómennunum fyrir austan. Er það kannski þess vegna sem þú dróst gamlan trébát hér inn til Eyjafjarðar? Já, segðu, ég er búinn að... Sem liggur held ég út í Slippey? Já, ég er búinn að vera í þessu bátasporti alla tíð. Hef alltaf verið kringum svona trébáta og fundið svona einhverja sálaró í því og ég var nú í sjónum meðan ég var að stunda nám í Den og var á Sigurði Erfið sem var aflaðasti togari landsins og fleiri svona á þessum tíma. Nema alltaf tengst sjónum og alltaf átt báta og einhver fleyg til þess að vera á alla tíð og síðan þessi bátavernda hugsjón sem hefur fylgt mér. Það fylgir þér? Já, það var svona, hefur alltaf fylgt mér. Ég hef alltaf átt þessar trébáta og verið svona í sjóminjavernd og reynda að hlúa að því og svo þegar ég var í Gilinu þá svona, ég var að sýna málverkasýningu í Færeyjum 2000 og þá kom ég þar í Skonnortu, Jóhannu og Egill Ólafsson var að syngja og var að spila á harmonikku og mér fannst þetta svo rómó og ég sagði, heyrðu, við erum að eignast menningartengdan bát fyrir neðan Lystigilið. Og ég barðist í því svona hugsjónalega að koma því á laggirnar og úr því varð Húnaverkefnið. Og þegar eigandi Húna kom og þá hitti ég hann og lagði fyrir hann svona konsept til þess að hvernig ættum að reka þetta og fjármagna þetta og svo framvegis og við fórum í það var Kristján Vilhjálmsson og Konráð Alfreðsson og Steini P. og ég, við vorum svona fjórir í nefnd sem að fórum í að fjármagna Húna og koma því verkefni á kopp en ég tel mig sem að það hafa verið svona hugmyndasmiðin af því uppalega og svona sent upp í University að það kæmi nú menningartengdur bátur og það er svona þessi 10 ár sem hann er búinn að vera skemmtilegt verkefni og verið búinn að fara víða á honum kringum landið og Já, hún er bara stolt bryggjuna Stolt bryggjuna núna já. Þannig að svo er ég með þetta bara til hliðar mín verkefni svona En þessi bátur sem að þú ert með núna sem að er hvaða bátur? Það hann heitir Fjóla EA35 Hvaðan kemur hann? Hann kemur frá Reykhólum Frá Reykhólum? Já Það er nú svona, ég tengdist Bíldudal, var að aðstoða þar við að bjarga bátum og þeir frétta mér fyrir vestan svona á Reykhólum og báðu mig endilega að koma og vera svona guðfæðir þessa bát sem ég gerði, fór vestur og á Reykhóla og arriseraði því og við Gunni Friðjónsvinur minn, við sigldum honum frá Reykhólum og ég sagði nú við kallan að þetta var nú allt saman gert á gufunni að fjármagna svona annað og þessu ekkert málaði minn, er olían og ég sagði mér það er nú punkta til að sigla út fjörðinn, það er nóg að í honum og það var bara sett í tölvuna og við fórum svo, fórum inn á Patreksfjörð og svo sigldum við til Bolungarvíkur og vorum þar í góðu yfirlæti í nokkra daga og svo aftur sigldum við bara fyrir Horn og Straumnesvita og til Eyjafjarðar og alveg í blíðskaparveðri, það var svo fallegt, það var bara eins og slæða svona. Erstu með réttindi? Já, ég er með réttindi. Já. Þú sagðir mér að þú hafir í rauninni aldrei unnið nema hjá sjálfum þér. Já, svona, þú spyrðir mína tíð, ég hef bara alltaf verið gamli bóndinn, eða frá því að ég klára að læra mína iðn og svona. Hvað var það? Það var húsasmiði. Já, þú ert smiður. Já. Og svo kynnist ég konun minni, Freygjörð Baldursdóttir, og ég fer, svo heppinn ég fer austur í Öxarfjörð og er að smíða frá Kópaskeri og alveg upp á Grímsstöðum og það var mikil uppgangur og ég kaupi þarna skógajörðina þarna í sandinum og tengdaforeldrar mínir áttu Vestraland sem er þarna alveg í Gljúfri, þegar maður er á leiðin upp til Dettifoss. Já.
og þetta eitt magnaðasta bara svæð á landinu og fallegt þarna og maður bara tendraðist að vera á þessum slóðum og þarna upp úr 20 þá fer ég að kenna í Lundi í heimaðistaskólanum hjá Halldóri Gunnarssoni og svo að predika fyrir laxeldi og hitaveitunni, kaupið jörðina í sandinum og við förum í að bora eftir heitu vatni og koma hitaveitu þarna og það var nú svona draumurinn og fiskeldinu og hvort tveggja nú komið á, hitaveitu út í Kópasker og Silfurstjarna sem þarna. Þannig að ég fæ nú stundum klapp á öxlina að ég hef nú svona verið hugmyndasmiður að byrja á þessum verkefnum. Og það var bara ævintýri og óbúslega gaman að vera þarna og kynntist frábæru fólki þarna í Öxarfirðinum og var þarna í 10 ár. Svo var ég formaður Loðdýraræktarsambands Norður-Þingeyjarsýslu frá upphafi til enda. Varstu í loðdýrunum líka? Já, ég fór til Skotlands og lærði þar með konunni minni og við vorum Sverrir og Valgerður, Lómatjörn og Arvid og þetta, við vorum svona í kompani eða þú veist þekktum í gegnum loðdýraræktina og skal ég segja þér, ég var með fóðurgerð og Raufarhöfn og Kópaskeri og skinnaverkun og þetta var mikið ævintýri. Hvað varstu lengi í því? Þetta tók nokkur ár, ég hætti í þessu, ég man allavega þegar ég hætti, það var 85. Þá var nú komið svona hrun í stofninn og ég reyndar það ár fekk ég verðlaun fyrir bestu skinn í Evrópu og fekk fría ferð til London, við hjónin fórum þangað og fengum afhent verðlaun fyrir góð skinn og ég var eiginlega bara á markaðnum þegar hrunið varð, svona þann úti, skinnamarkaðnum og upplifði það þannig en þessi tími í Öxarfirðinum og að kynnast þessu þar, það var bæði mikil gróska og svo aftur hnignun eins og nú á þessu skeri, það svona upp og niður gangurinn. Og skemmtilegu tími og þá kom ég inn eftir og kem þá inn á Svalbarðseyri og stoppað þar svona því að... Já, þú komst ekki alla leiðina og stoppaði á Svalbarðseyri? Já, ég stoppaði með svona, skólinn var fínn þarna og Gunnar Gísla var þarna yfir skólanum og ég hafði bara gott fyrir krakkana að stoppa þarna, verið í þessum ég var búinn að kynnast heimavistarskólum þarna eins og Öxarfirðinum og við stoppaðum á Svalbarðseyri og það var bara frábær tími, svo sótti ég bara hér inn eftir á verkefni var að reisa hér eitt og annað hús og í viðskiptum og Já, og þú hefur verið í húsasmíði. Já, ég er búinn að reisa hér lítil og stór hús á Akureyri, svona í hjáverkum með listagyðjuna, ég hef nú verið að þjóna henni. Já, hvar kemur hún inn? Já, ég bara alltaf verið í þessari sköpun, hönnun og það hefur svona verið mitt meditation að vera í einhvers konar ævintýramennsku í sambandi við nýsköpun og listagyðjan var alltaf með mér í málverkinu svo að ég byrjaði í rithöfundasambandinu og ég í SÍM, Samband íslenskra myndlistarmanna og ég var með vinnustofu í Gilinu þegar það byrjaði og fór svo yfir til Haraldar Inga á listasafninu þegar það opnaði og var þar í 6 ár í heildina svona. Hann var með svona læri meistari í sambandi myndlistina. Varstu þá starfsmaður þar? Já, ég var að hluta til starfsmaður þar og Hattu mataði mig bara á fræðunum, alveg hægri vinstri og svo lendi ég í því að mér langaði að stúdera sinfóníska tónlist. Nú? Já, og Gunni Frímanns hjá bænum. Kennari? Já, sem var? Já, sem var. Hann bæði með að koma yfir í að starfa með hljómsveitinni að hluta til og Nú Sinfóníuhljómsveit Norðurlands? Já, svo ég var þar í 12 ár með sinfóníuhljómsveitinni. Ekki spilaður? Klassíska músík. Hvað gerðurðu þar hjá sveitinni? Já, ég var skal ég segja sviðstjóri. Svona rótari? Já, rótari. Og við vorum fastráðið þar svona, ég var að hluta til og með Guðmund Óla og nokkurna framkvæmdastjórum, kannski aðalega Mögnu. Guðmunds og þetta var alveg óskaplega fallegur og skemmtilegur tími og kynntist hann alveg frábæri fólki og við vorum að spila bæði víða á Íslandi og svo erlendis og Já, þú náttúrulega hefur þurft að fara í þessa ferðir. Já, þetta var æðislegt. En þig, svo hefur þú hefur skrifað tónlist. Já, ég var með hljómsveitinni ekki bara til að vera í þessu brasi, ég fór til þess að stúdera tónlistina.
sko, og læra að skrifa. Og hver kenndi þér það? Það bara mín sjálfmenntun, svona aðalega, en ég náttúrulega var að vinna með okkar helstu óperusöngurum og tónlistarmennum landsins og í návígi við þessa sköpun, þannig að ég hafði alls konar tækifæri til þess að nýta mér það og í samtölum við fólk og annað, þú veist, þetta var bara masterclass fyrir mig, þó að það hafði tekið 12 ára þá síðast þetta inn og þetta var bara sköpunum fyrir mér að dunda í þessu. Og sem sagt að þú getur sest niður við autt nótnablað og skrifað verk? Já, fyrir fulla hljómsveit. Nú, fyrir öll þjóðfæri? Já, bara allt saman, jú. Og þú hefur gert það? Já. Hvað hefur þú skrifað mikið? Ég meina, hvað liggur eftir þig? Það hefur ekkert komið á framfæri eftir mig, en ég er búinn að skrifa helling. Þetta er bara svona eins og menn skrifa í skúffuna til að vera með eitthvað og ég trúi því ekki. Ligg á því bara eins og ormur á gulli. Svona. Þannig áttu þá sko symfoníu eða? Já, en ef þú kemur hljómsstanda með, þá skal ég koma með efni handa þér. Já, manni dettur í huga því að sko, þú spilar ekki á hljóðfæri? Nei. Hvernig heyrðu þetta? Þetta er bara, ég heyri þetta bara og í nótunum og lesi þetta er bara svo að lesa bók. Og ertu alveg fullfær á nótnalestur og þess aftar? Sko, nú kannski er ég bara sjálfur að dæma mig í þessu, en ég tel mig svona þokkalegan í þessu. Já. Hefur verið flutt eftir því verk? Já, aðeins, en ekki mikið. Nei. En ég er búinn að gefa út symfóníu á geisladiski sem að spilum bara gegnum tölvusystemið sko og fengi ágætis kritik þar. Og þetta er bara eitt af því sem að sko knýr á þig að gera. Já. Það er myndlistinn og þú ert í alls konar verkum og stekkuð til alls konar mála og hvað næst? Já, það er nú, ég á draumum að ná upp skútu sem er á hafsbotni. Hvar? Hún er hérna rétt utan við Reykjaneskaga. Og hvað skúta er það? Er það svona gömul skút, stór skúta? Já, hún er ekkert voðalega stór. Hún sökk hérna fyrir nokkrum árum. Var skólaskip frá Þýskalandi og er á 90 metra dýpi. Og ég svo sem hef ekki fundið neitt sem við taka hana að sér. Ég var til í að fara í verkefni að ná henni. Mér finnst það svona, kannski hún var alveg brúkleitt fyrir einhvern til þess að nota hana. Er þetta tréskip? Já. Gamalt gömul skónorta bara frá Þýskalandi. Og hvenær gerist þetta? Hvenær fór hún niður? Þetta er 2013 sem hún sekkur. Nú. Já. En ég er nú að tala upp átt núna svona með hugsanir. En ég talaði við Landhelgisgæsluna og þeir tóku mjög vel að ég setti krók í hana að hífa hann upp fyrir mig. Það er bara spurning framhaldið að einhver tækja hana og verkefni. Hún geti verið fyrir eitthvað bæjarfélag eða fyrirtæki. En á hún kannski þá enga svona sögu hér hún á ekki mikla sögu hér. Hún er bara falleg skúta. Já, nákvæmlega, sko, ekkert nema bara siglingar hingað, sko. Já. En þetta er kannski svona dæmi það er svona sjávarminjar. Ég hef verið talsmaður fyrir það að menningarlega að hirða þær og við höfum verið rosalegi trassar í að hirða gamlar sjóminjar. Við höfum engan gufutogara? Nei, hugsaðu. Síðutogara? Nei, síðutogara. Það kom stór grein eftir mig þegar við sigldum á Húna kringum landi, ég kom við í Vestmannaeyjum og það er rétt áður en að Sigurður R. var dreginn í Brodneyját. Hann átti þvílíka sögu og mikið aflaskip og var síðutogari, var breytt reyndar í loðnuskip. En við höfum einhvern veginn, þetta er skrítið eins og með gömlu bátana og þess sem ég hef átt eins og með bíla og við þurfum ekki að borga þungaskatt af þeim eftir 25 ára aldurinn. Já. En með báta þá þarfst að borga alveg fram við rauðan dauðan af þessu öllu alveg og þú ert að vera með allt upp í toppinn svo sett í fullri útgerð. Já. Sko við fáum enga miskun. Nei. Og þetta er bara helst bara að sitja þetta á næstu áramótabrennu sko. Og við heyrðum ekki þetta. En þú veist, þegar þú kemur erlendis, eins og við sigldum á Húna fyrir núna 2 árum til Noregs og komum það við á 5 stöðum á Suður-Noregi og alveg æðisleg ferð.
Og þegar maður kemur inn í þessu þorp, það hafa Norðmenn blandað saman gamli og nýri menningu og það þykir bara rosalega flott, bæði fyrir túrista og líka fyrir glæsivillur og annað, að blanda saman gamli menningu. Og þegar maður kemur hérna niður á hafnirnar, þá erum við bara með svona hálfgerða eyðimörk miðað við menningun okkar. Við erum eyja sem hefur byggt okkur á sjávarútvegi, en við erum ekki sinnt þessu. Sko, það hefur sko borið svolítið á því að það hefur verið svolítið umtalað sem þú hefur gert. Ég man eftir því þegar þú málaði með blóði og það var allt vitlaust út af því. Já, drengur minn, sko, ég meina... Var það þitt eigið blóð? Já. Leistu taka þér blóð? Já, Pétur gerði það hérna og ég fekk svona konuna mína til að gera því, mér það vantaði meira. Það var svo dýrt að það að fara til læknisins, en hérna... Málið var það að þetta var nú kringum, sko, ég hef verið að taka svona þema sem hefur verið svona þjóðfélagsleg umræð og kannski af því að þetta vakti mikla svona athygli þessi gjörningur, þá voru allir að fjárfesta í hérna hjá Kára Stefánsinni í hérna íslenska erfðagreininga hvað það hét og það átti alltaf að fara í gegnum blóði í sem sagt kynstofnin átti að greinast í gegnum DNA og ég var bara zooma inn á þetta daldið og leyfa landanum aðeins að pæla í blóðinu svona af því að það væri umræðinni að fara að nýta blóðið úr okkur til þess að hérna merkja okkur saman og sjúkdóma og svo framvegis og ég blandaði þessu bara í olíulitinni hjá mér og svo var ég með sýningu í Deglunni, ég man svo vel eftir þess að menn það komu heilu rúturnar af skólafólki og svona og menn voru eiginlega svona í frystúrs og gallanum. Þetta þótti dálítið skerri að umgangast blóðið bara og ég man ég átti að sýna í Karolínu líka hjá honum Vignir og hann, nei, þú stoppar hér, þú fer ekki, en sann sko, hérna, var þetta nú, sko, sett í málninguna og í lakk og allt tilhérandi. Já, málaðirðu ekki, sko, bara með blóðinu? Ég gerði það nú á mörgu erskir, en ég sýndi það ekki, en það sem ég sýndi fór... Áttu blóðverk í dag? Já. Hefur þetta breyst? Hefur blóðið breyst? Já, það hefur dökknað það sem orðið mjög dökkt það sem að hérna var svona grófum strigan þarnaði. Nú erum við búin að tala svona það sem þú ert búin að gera og er gaman að heyra þig segja frá öllu sem þú ert búin að fást við. En fjölskyldaði? Já, ég kynntist konunni minni upp úr 20 og fór þá austur Öxarfjörð eins og ég var að rekja hérna áðan og hún hét Freygerður Anna Baldursdóttir og lést fyrir núna tæpum 2 árum síðan. Og síðan á ég 2 börn, Guðrún Elva og Baldur og 3 barnabörn. Þau eru hérna á Akureyri, bara hérna og hérna síðan sem sagt tengist ég í föðurættina hérna niður á Eyrina eins og ég var að segja á bara töluverðan ættar hérna fjölda hér af svona tengslum því svo ætt fyrir sunnan hérna í móðurættinu. Hvar ertu fæddur? Ég fæddur fyrir sunnan. Já, þú fæddur fyrir sunnan. Pabbi fór suður, mamma mín var hérna hjúkrunarfræðingur á sjúkrahúsinu og hérna þau fara svo suður og hérna og það fylgdi nú dálítið að amma og afi fóru nú þá Hríseyjargötunni suður þarna miðja seinustu öld sem þau fara og svo kem ég bara inn í ættar tenginguna hérna eftir ég kem úr Öxarfirðinum. Svona þetta var bara í fyrir 86-8 sem ég kem hérna og settist á hornið á Hríseyjargötu? Já, ég fór nú svona nokkra staði áður eins og segi, Svalbarðseyrin og hérna svo byggði mér hérna á Akureyri og fór svo hérna niður til en hérna en það var alveg ótrúlega skrítið að koma hérna því að sko afi minn, Lárus Hinriksson, aðalnafni minn, bjóð hérna og þú veist nú hvernig, sko, þegar ég kom hérna og kynntist ég Odds Speking hérna vinnu mínum, stór vesir í ættræðinni og hringdi alltaf í hann. Hvaða er það? Var einhver að hérna pikka í mig, tengdi mig við hérna þennan og hinn og svona og ég upplifði alveg ótrúlega jákvætt og innileg samskipti við fólk sem var að upplifa sérstaklega tengsli við afagamla. Þannig að hérna ég svona kom inn í dálítið skemmtilegt goodwill hérna á svæðinu á sínum tíma og hef bara held ég notið þess alla tíð og ég stundum segi að
að menn segja við mig, akkur fer ekki suður eða eitthvað og ég segi, ég bara í svona bómul hérna að ég fæ bara frákastengin ég fer yfir Moldvöguhalsinn, sko. Þannig nú það, sko. Lárus, komstu með eitthvað til að sýna mér? Já. Ég spurði þér hvort þú ættir maðurinn sem þú hlýtur að eiga eitthvað til að sýna. Ég bara nóg að taka, sko. Það var svona vandi bara að velja það. Já. En ég valdi hérna hlut sem að hljóðfæraleikara Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands gáfu mér þegar við vorum á Grænlandi 2002 og hérna alveg frábæran túr þar og þau gáfu mér hérna útskorna sendiróhorn sem að hérna Já, þetta er svona hnífur, blaðhnífur Já, einmitt Já. Þetta var mér afhengt Sko nú þarf maður gleraugun og allt sko en það er nú alveg sama Já, þá kemur þessi gríma sem frá þeim hérna í þessu Já, þetta eru túbilagarnir sem við kalla túbilagarnir, grænlendingarnir Já, úr hverju er þetta? Þetta er sendiróhorn Já, hugsaði hvað þetta er að gera fallega hluti úr Já, þeir eru alveg snillingar að gera svona bæði í kvaldtennur og hérna sélatennur og hreindýrahorn. Þetta er alveg snillingar í að skera út í það. Já, þetta er fallegt. Já, það er sko svona lítill fallegur hlutur, hann hefur margt að segja. Já, hann hefur margt að segja. Já, það er ekkert spurning um það. Heyrðu, þetta var ánægilegt. Ég hefði svo sannarlega vilja eiga meiri tíma með þér en sko svona alveg í lokin þá ætla ég að taka þig mynd. Já. Það er nefnilega það. Og hún er ekki máluð með neinu nema bara... Nei. Það held ég, sko. Það er ekki? Já, æðislegt. Kemur vel út úr þessum. Það var ánægilegt og að því að maður hefur nú vitað af því svo lengi og ég hef þekkt þig sem sagt langan tíð. Ég hef aldrei vitað neitt um þig. Nei. Ég veit töluvert um þig núna. Já, töluvert núna. Kæra þakkir. Kæra þakkir fyrir mig.